Já, komið sæl og velkomin að Rauða borðinu. Ég heiti Mari Lilja og verð með ykkur hér ásamt góðum gestum. Fulltrúar Vinstrisins í Hafnarfirði, Ester Bíbí Ásgeirsdóttir, Svanni Kristins og Davíð Arnar Stefánsson. Vertu velkomin. Takk. Takk. Já, við kannski bara byrjum á byrjuninni. Á Vinstrið eitthvað séns í Hafnarfirði. Hvað ætlið þið að gera fyrir Hafnarfirðinga? Það væri óskandi að Vinstrið eigi séns. Við erum nú að þessu að því við trúum því og viljum trúa því að Vinstrið eigi séns og þá allavega fullkomið erindi. En það er kannski ekki alveg að sama séns. Hvað segir þið? Já, ég held líka að það er bara skapast talsvert rými á vinstri vagnum og ekki síst í Hafnarfirði. Og við teljum okkur geta fyllt í það rými algjörlega. Svona mín tilfinning að svona félagshyggjan sitti svolítið óhrið hjá garði í bænum. En það er líka fleira, þú veist, það eru menningamálin, það eru umhverfismálin og fleira og fleira sem að við teljum að við getum bætt við, brunar ekki nokkrum af með það. Það hefur til dæmis verið byggt mikið í Hafnarfirði en samt er gríðarlega mikið af fólki sem býr í iðnaðarhúsnæðum og virðist ekki komast inn á húsnæðismarkaðinn, þannig að það er ekki verið að byggja fyrir fólkið sem þarf íbúðir. Og við myndum vilja breyta því og það hlýtur að vera held ég vilji margra til þess að þú veist, því að í þessum iðnaðarhúsnæðum eru oft fjölskyldufólk og þetta eru ótryggar aðstæður og við höfum öll séð núna á síðustu árum bara mjög slæm slys verða við svona búsetu og ég vona að við getum komið í veg fyrir að svoleiðis verði aftur. Já, til dæmis þarna á Hraunum þar sem að Bónus og Krónan er þarna þegar þú kemur inn í Hafnarfjörð, það er rosalega flott plan það að breyta því í blandaða byggð og svo kemur borgarlínan þarna einhvern tímann á næstu öld og það verður ræðislegt. En í millitíðinni það fyrsta skrefið á að vera að gera göngustíga og hjólustíga. Og það er strax byrjað að byggja einhverja blokk þarna, en ég væri til í að sjá bara göngustíðan og hjólustíðana, trén strax. Þó þetta sé ennþá iðnaðarhverfi og svona, en af því að það býr fólk þarna. Já, og ég meina það þarf ekki að breyta göngustíðunum ef þeir gera það rétt núna eins og þeir eru samkvæmt teikningum, en þá geta þeir alveg byrjað á því núna. Og það er mikilvægt að sé hægt að ganga þarna og núna eru komin þarna bara Bónus og ríkið og bara mjög vinsælar verslanir, Krónan, þarna inn í mitt þetta hverfi, þannig að það er fullt af fólki á göngu þarna. Ég hjóla mjög oft þarna. Ég hugsa oft að ég mun örugglega, ef ég myndi drepast þarna, þá myndi ég velja verða svona píslarvottur hjólreiðamanna. og betri samgangna. Ástæðan er greinlega það slæmt þarna í þessu iðnaðarhverfi að þú er svona farin að reikna með því að verða jafnvel píslarvottur hjólreiðamanna í Hafnarfirði. Já, þið vitið það núna hér. Ef ég drepst þarna, þá var það út af því að það var ekki hjólastígur fyrir mig. Já, var minnisvarði á ljósastaur. En hvað, mjög svolítið áhugavert sem þið eru að segja með þeim þessi búsetu úrræði fólks í mín og fólk finnur sér bara staði til þess að búa á og það er bara þannig sem að hlutinni virka. Það er verið að byggja fullt, eins og þið segir, í Hafnarfirðinum. Standa þessi hús tóm eða hvernig er það, bara svona eins og hér öllu höfuðborgarsvæðinu? Það er eitthvað svona verktakaræði sem að veriðist gilda. Er þetta bara sama sagan í Hafnarfirði? Ég geti ímyndað mér það. Og leigan, ég meina þetta fólk í þessum iðnaðarhúsnæðum, það eru ekkert að búa þar frítt. Þau eru ekkert að skvatta. Þannig að þetta er fólk sem borgar leigu fyrir að búa þar sem það býr. Þannig að það vantar leiguhúsnæði sem að er á því verði sem að fólk ræður við og það þarf að leita lausna og sjá innan hóp. Það virðist vera svolítið ósýnilegur í augum þeirra sem að stjórna bænum í það. Já, ég held þetta snúist bæði leiguverð en ekki bara síður gæði húsnæðisins, öryggi og svo auðvitað bara almenn lífsgæði. Við viljum að fólk, hvort sem það borgar háa eða lága leigu, búi við almennileg lífsgæði, fallegt og öðrugt umhverfi. Algjörlega. Félagsþjónustan í Hafnarfirði er líka bara held undirmönnuð og það vantar bara heilmikið fútt í hana til að hún geti sinnt þeim hópi sem hún þarf að sinna. Í Hafnarfirði er líka mjög blandað samfélagi, það er mikið af verkafólki sem kemur frá EES-svæðinu. Það þarf stuðningin í skólana og efla tungumálakennslu og það er bara svo margt sem að má taka til hendinni í og ég held að Vinstri væri bara kjörið til þess að ljá þessum hópum rödd sína í bæjarstjórn. Ég heyrði eitthvað ræða það daginn segi það getur verið 3 mánuðir, hálft ár síðan þess vegna, en það væri rauninni, það þyrfti að byggja auka skóla í Hafnarfirði. Er það eitthvað sem þeir eru sammála? Eru skólarnir á þolmörkum komnir upp á börnin að gera fjöldin?
Það allavega verið að byggja nýja skóla sem á að opna núna hvað í sumar, Hamraskóla. Já, ég held nú að fjöldi skóla sé nú svona nokkurt veginn í samræmi við hvernig fjöldi íbúa hefur þróast. Þetta nú 3. stærsta sveitarfélag landsins á þeim tíma sem að ég hef búið í bænum, það að segja frá fæðingu, en fjölgað úr 3 í 6 eða 7, þannig að ég held að það sé kannski ekki málið og ég held sér rétt að það er skóli í byggingu en það er sennilega eins og víðar, það vantar náttúrulega þjónustu í skólana, það er ekki bara í Hafnarfirði. Sko. Nei, og stuðning við kennarana og þann fjölbreytta hóp nemenda sem er staðreynd að er í námi. Og það er líka staðreynd að þessi nýji skóli er kannski einhver sem hefði mátt byggja áður en að byrja að byggja hverfið, af því að þetta er það sem við köllum yfirleitt hjólastíðunum, trjáplöndun og skóla. Já, en nú erum við að tala um þetta Hamranesið og Skarðshlíðin, þetta fellur oft inn í sama einhvern veginn hattinn. Þetta er þarna alveg yst í Hafnarfirði og Skarðshlíðar skóli kom þarna fyrir nokkrum árum, bara cirka bátt á sama tíma held ég og Skarðshlíðin var verið að byggja hann upp. En Hamraskóli eða hvað sem hann á að heita. Hamranesskóli, já. Hann hefði kannski mátt byggja áður en að vera byggðar allar blokkirnar þannig kring, af því að ég hef heyrt nefnilega talað að Skarðshlíðarskóli sé yfirfullur og þess vegna er þetta svona ástand sem er akkurat núna, en það er verið að leysa það, en það hefði kannski bara hægt að byggja skólan fyrir það hefði sloppið við þetta ástand. En svo eru þetta bara fleiri hliðir á þessu, það er fleiri þjónusta eins og leikskólar og við höfum svo sem séð það að alveg eins og þú ert að segja að áður en að hverfin eru byggð þá væri kannski gott að það væri komin þessi grunnþjónusta í hverfin, en það er ekki og við erum kannski að hlaupa á síðustu stundu til í Hafnarfirði og þá kannski frekar að leita einhvern til að taka við rekstrinum heldur en að gera það sjálf, það er að segja bara úthýsa verkefnunum og nú það kann að vera bara hefur allar besta máli í einhverjum tilfellum en það gerist æ oftar. Og það gerist á þess að það sé einhver sérstök stefna það í sveitarfélaginu hvort við séum að úthýsa grunnþjónustu eins og leikskólum. Og mér finnst þetta eitthvað sem þarf bara að ræða í bænum sko, og á þess að varpa nokkru skugga á þá góðu aðila sem að reka leikskóla. Sko. En ég vil að sveitarfélagi sem skýr stefna svona hluti. Já, leikskólamálin eru þetta kannski þessi, svona mál sem eru helstu deiglinni í sveitarstjórnarkosningunum þessu sinni. Heilsugæsla er líka eitthvað atriði í Hafnarfirði, hún er löngu sprungin og það er mjög mikilvægt að fá heilsugæslu og inn á þetta nú fjölbílasvæði, til dæmis Vellina, er ákall heilsugæslu og ég held að það sé mjög mikilvægt að koma því í gagnið og bara fleiri lækna í bæinn. Þetta er náttúrulega bara orðið mjög stórt sveitarfélag. Já, en hvernig ætlaði að gera það? Fá fleiri lækna í bæinn? Já, við erum bara að leita til Úkraínu, nei. Það þarf að byggja stofnunar þannig að það sé ykkur staður til að vera og hægt að sækja í þá þjónustu en auðvitað, já, ég veit ekki hver læknarnir eru. Nei, ég meina, sveitarfélagið þarf að standa vörð það að þjónusta við íbúana sé eins og góð og hún getur orðið og í samræmi við þarfirnar og það þarf ég ger bara ráð fyrir að sveitarfélagið þurfa að berjast fyrir því, það sem þessi reksturinn á hendi ríkisins ekki sagt. Þannig að við þurfum að vera bara að gera kröfu þetta og við þurfum að vera að standa klár með lóðir og staðsetningar og annað fyrir þetta. Og vera þessi þjónandi fóristan sem að hlustar á íbúina og reynir að retta því sem þarf að retta en ekki að vaða yfir allt og með eitthvað annað að tjanda. Það hefur aðeins verið talað gamla miðbæinn, hann sé nú svona, hann hafi munað fífil sem fegurri, það hafi verið bara skemmtilegra að heimsækja miðbæ Hafnarfjarðar fyrir nokkrum árum heldur en núna, það sé lítill grundvöllur fyrir rekstri og það sé einhvern veginn bara svona lítill stemning í bænum fyrir að halda utan bíó, hús og menningarstarfsemi á öðru tagi. Sjáu þið fyrir ykkur að þið getið ykkur breytt í þessum? Mér langar nú bara að segja þetta, ég get ekki alveg tekið undir þetta. Ég held einmitt að svona mannlíf í miðbænum hafi hreinlega aukist og verslun og þjónusta sömu leiðis og það vissulega ekki bíóhús eins og var fyrir 30-40 árum í bænum og það 2. En það er hins vegar starfsemi sem í miklu meira samræmi við nútíman, þannig að ég get ekki tekið undir þetta. Hins vegar má alveg horfa til þess að menningarlíf finnst mér allavega persónulega verða sífellt einhæfara og miðað að svona tilteknum markaði og hópi
frekar heldur en aftur þjónustu við íbúana, þjónustu við Ertu að tala um túrismann? Ertu að tala um það? Nei. Eru lundabúðirnar? Þú svarar þessu, Bibi. Já, hún bara, þetta bara frekar einsleitur hópur sem verið að byggja allt undir og við viljum bara sjá fjölbreyttara menningarlíf. Til dæmis var alltaf leikfélag í Hafnarfirði. Við myndum vilja sjá hvort það sé ekki að fá þetta leikfélag tilbaka og jafnvel kannski fer svo vel leikfélagi að það vilji bara ekkert koma úr borgarleikhúsinu en við sjáum fyrir okkur að það sé kannski að narra það tilbaka til að vera með þá einhverjar sýningar, kannski ekki að öllu leyti þá en allavega að tala við þau og heyri í þeim og reyna að fá leikfélagi tilbaka væri mjög, af því það var öflugt og svo það náttúrulega bara tónlist alls ekki bara það sem við myndum vilja sjá meiri svona jaðarmenningu fá að blómstra og finna húsnæði fyrir ung menningu og grasrótar menningarstarfsemi og það ýmislegt flott núna líka, þú veist eins og Hafnarborg með mjög flott listasafn og það alls konar að gerast líka gott, þannig að við erum alls ekki að rífa allt niður, heldur bara að það vantar fjölbreytileika. Svo ætla Björk, ætla að tróða upp í sumar og þannig að það verður fjör í Hafnarfirði. Það verður fjör í Hafnarfirði. Og þið lofið á framhaldandi fjöri. En hvernig sjáu þið fyrir ykkur framhaldið? Vinstrið á blúsandi siglingu, aður virðist í allstaðar, bara það sem það býður fram. En hver svona ykkar draumastaða? Hver eru svona draumasamstarfsflokkar? Hvað sjáu þið fyrir ykkur í þeim efnum? Sko, það nú einu sinni þannig að kjörni fulltrúar eru kjörni til þess að starfa saman. Og maður getur kannski ekki endilega handvalið sér þá sem að maður vill vinna með og það þarf bara oft og stundum að gera ákveðnar málamiðlanir og við treystum okkur í það, við treystum okkur í að gera málamiðlanir en standa fast við okkar grunnhugmyndir félagshyggju og jöfnuð og náttúruvernd og teljum að bærinn þurfa á því að halda eins og við ræddum í upphafi. En það alveg ljóst að þeir flokkar sem eru meira á vinstri vagnum, þeir höfðu þetta meira til okkar. Ég held að það sé alveg að styttra á milli, ef maður segir svo. Já, einmitt, þetta allt saman ein stóra æfing í samningatækni, við þurfum að geta unnið saman. Gætum örugglega fengið fullt af svona sameiginlegum grundvelli með samfylkingu og mögulegt að við myndum kannski minna samfylkinguna meira á þau vinstri sjónarmið sem þau að starfa eftir og segja að starfa eftir. Af málflutningi Viðreisnar finnst mér nú bara alls ekki galið ýmislegt sem þau segja og við gætum örugglega fundið okkur sameiginlegan grundvell þá að við sem ekki sammála alls ekki öllu. Ég meina já, þetta væri nú örugglega og svo nú náttúrulega reyndar Framsóknarflokkurinn með honum Valdimari líka svona fókuseraður á manneskjulegri nálgun heldur en að maður víða. Það ýmislegt líka bara eins og Orri talar að vilja lest í Sjálfstæðisflokknum. Ég mjög til í það ef að það ekki bara sagt til þess að gengisfella borgarlínu. Það ýmislegt sagt til að gengisfella borgarlínu. Já, ýmislegt sagt sko, en ef að lestin raunverulega eitthvað sem að... Nátum að njóta vafa. Já, ég meina ég bara held að það sé líka bara mjög, skiluru, það hvorki vinstri en hægri að vilja fá lest. Nei. Það bara innspýting fyrir mannlíf og atvinnulíf og ferðamenns, allt. Það verður geggjað. Ég tek alveg undir þetta að við finnum hljómgrunn í öllum flokkum en það þarf ekkert að vera hrópandi langt á milli flokka á sveitarstjórnarstigi. Það ekki þess að skýru flokkslínur. Ég get bara sagt fyrir mitt leyti, mér hugna sérstaklega vel áherslur Viðreisnar í íbúalýðræði og aukinni þáttöku íbúa í ákvörðunum fyrir bæinn. Þetta svo skrifa beint úr okkar stefnuskrá og ég tek alveg undir það líka að við höfum bara fengið bæjarstjóra í bæinn eftir að þaulsetin bæjarstjóri steig til hliðar við fengið bara ferskan bæjarstjóra inn og þú veist það er bara fyrirverandi skólastjóra frjósamur í arvegur til þess að vinna með fyrir okkur eins og aðra. En svo kannski langt milli okkar og miðflokksins en við okkur langar samt bara að faðma hann aðeins. Já, ég held að sé kannski bara eina sem sé hægt að gera það er bara eitthvað svona kill them with kindness það ekki? Já, það kannski það sem sker okkur frá öðrum flokkum vil ég meina sérstaklega að því að við erum eini flokkurinn sem með umhverfis- og náttúruverndarmálin sem hreint áherslumál því að
það engin annar flokkur í bænum sem talar fyrir þessum málaflokki. Það einmitt það sem ég ætla að spyrja ykkur út í að því að þú nefndir einmitt umhverfismálin, náttúruverndina. Hvað það svona sérstaklega sem þið sjáu fyrir ykkur að gera á, svona bara á, segjum sér svo að þið fáið bara glimrandi kosningu. Hver verða ykkur fyrstu verki í náttúruverndinni? Ég myndi segja að fyrstu kannski áþreifanlegu verkefnin væru að koma á raunverulegu umhverfisráði og lögboðu umhverfisráði í bænum. Það er ekki starfandi, það er hluti af svokölluðu umhverfis- og framkvæmdarráði. En sá málaflokkur verður bara algjörlega undir. Og það hefur ekki verið umræðu náttúruverndarmál í því ráði undanfarin, ég vil bara leyfa mér að segja 2 ef ekki lengur 3 kjörtímabil, ekki 1 skipti. Og þetta er ekki ígjur. Og ég myndi vilja ráða umhverfis og ég vil hringrásar fulltrúa sveitarfélagsins. Umhverfismálin, hvort sem okkur líkar það betur við og hvort sem þau fá athygli ekki, eru eftir sem áður eitt mikilvægasta verkefni sveitarfélagana. Hjá þeim hvílir lykillinn að loftslagsmálunum og þau eru ekkit farin þó að mér finnst íslensk pólitík neita að tala hana. Algjörlega. Og ég myndi segja líka að við þurfum að bæta upplýsingaflæði til íbúa þessi mál eins og önnur, vera gagnsæ og við þurfum að auka þáttöku íbúa í öllu sem að við kemur umhverfið þeirra og náttúru. Og þess vegna er þetta með íbúalýðræði svo mikilvægt og að því að þú veist, því fylgir upplýsingin. Að þú þarft að upplýsa mál til að fá þeirra skoðanir á málum og þetta bara er liður sem hefur orðið gríðarlega undir og jafnvel er það með vilja gert að það er bara farið fram hjá fólki og allt tilkynnt þannig að enginn hafi tíma til að bregðast við og þá er tilkynnt stórar ákvarðanir og þetta er bara ekki rétt aðferð. Nei, og við erum bara með nærtæk dæmi, það er ekki langt síðan að þetta sveitarfélag fór í gegnum mjög þunga umræðu í tengslum við kolmsvörgun í bænum eða komu karpvext í sveitarfélagsins þar sem að málið var komið verulega langt áður en íbúar áttuðu sig á því hvað stóð til, hvaða kostaði sveitarfélagið, hvaða kostaði samfélagið og hvaða áhrif það hefði mögulega á umhverfið ef að virði. Og þetta hefur svolítið verið aðferðafræðin, það er bara svona að skipuleggja eitthvað á bakvið tjöldin og svo svona BAM, þetta er að gerast og þannig að fólk ná ekki að bregðast við og þetta er bara, við viljum fá stjórnsýsluna mikið glærari og upp á borð og kynna fyrir fólki og treysta fólki fyrir því að koma að borðinu og hafa hlutin eitthvað að segja og þannig getum við kannski bara byggt betra samfélag þó að eitthvað taki kannski 5 mínútur lengur eða þú veist að eitthvað þurfi aðeins að ræða. En hver eru svona helstu umhverfismálin í Hafnarfirði? Hvað er það sem er svona í að brýnast? Já, sko... Er það sorphirðan eða er það bara útblástur og nagladekk eða er það... Skipulagsmálin. Allt saman en skipulagsmálin eru risastór. Já, ég myndi segja sko... þú veist, það er náttúrulega eins og í Hafnarfirði eins og bara víðar, bara viðvarandi náttúrutap. Þú veist, við þurfum að virða vaxtamörk höfuðborgarsvæðisins og við þurfum að þétta byggðina. Við getum ekki það neðana út meira heldur en orðið er. Það er straumsvíkurhöfn við náttúruvættið straum. Það er Reykjanesfólkokkur sem að sveitarfélagið hefur gengið út úr. Það er virkjun í Krýsuvík. Það er vatnstaka á Reykjanesi, heitt vatn, kalt vatn, bara nefndu það. Og skemmtilegt að þú segir sko þetta með vaxtarmörkin vegna þess að það var bara eitthvað, ég var bara að heyra það rétt áðan að bæði sjálfstæðisflokkur og miðflokkur og fleiri vilja bara ekki heyra þessi vaxtarmörk. Það er bara eins og við sem ekki hluti að svæðisskipulag höfuðborgarsvæðis. Nei, já, þeir vilja bara horfa algjörlega fram hjá því og það bara stækka svæðið. Og auðvitað það þarf að passa sig á að þétting byggðar sé gerð rétt. Fólk þarf græn svæði og sólarljós og alls konar svoleiðis og ég meina það má ekki taka bílastæðina fólki sem býr inn í Hafnarfirði áður en það koma góðar samgöngur og allt þetta þarf að gerast allt saman í réttri röð en já, við getum samt ekki bara stækkað og farið bara á byggt inn á eldfjallasvæði og jarðskjálftasvæði og inn í friðlandi og við þurfum bara að bera virðingu fyrir öllum aðilum málsins. Já, vandamáli er bara líka þessi, sko, ég skil alveg pælinguna að vilja stækka einhvert af því að við erum að nálgast þessi vaxtamörk í Hafnarfirði, það er búið að skipuleggja eiginlega allt en máli er samt bara það er eiginlega hvergi hægt að fara hvert eigum við að fara? Eigum við að fara bara alla leið til Keflavíkur? Eigum við að fara upp í Krýsuvík?
Taka golfvöllin. Já, það er náttúrulega, já, það er kannski meira einmitt, en það fellur undir svona Gangi ykkur vel. þéttingu byggðar, en Sjósi þig, ég ætla að taka golfvöllin. golfvöllurinn er mjög vinsæll, en það er náttúrulega verið að byggja annan þarna lengra líka. En sko, ég líka hef verið að reyna að eyða út þessu hugtaki þétting byggðar, einfaldlega vegna þess að fólk hatar þetta hugtak. Fólk hatar þetta hugtak af því að það heyri bara þétting byggðar, sér fyrir sig gráa kassa alveg upp í hvern annan. Einmitt. Og Bara ekkert sól og ljós og bara, þú veist, erfitt að hérna anda og komast ferða sinna. Og fyrst kemur kassin Já. og þú veist, einhver tíman setna koma göngustígar og allt annað sem þú gæti Já. sést. Og það gæti verið eftir 30 ár. Þarf þétting byggðar að vera svona leiðileg eins og hún er? alls ekki, en ég Alls vil bara ekki. kalla Nei, þéttingu byggðar fegrun byggðar, af því að það er ljótt að vera með bílastæðum allt og það er ekki hægt að komast neitt nema á bíl, það er ljótt, þannig að við ætlum að gera þetta fallegt og þetta snýst ekki bara um að nýta plássi, heldur þetta að snúast um að það sem við séum með hérna innan þessara bæjarmarka sé næs fyrir okkur öll og líka bara að stundum eru kannski gerðar 8 hæða blokkir þegar það hefði bara verið hægt að gera 6, af því efstu 2 hæðnar eru bara penthouse-íbúðir sem sitja tómar og þá hefði verið meira sólarljós á götunni og kannski jafnvel bara hafa það ris íbúð þarna efst í staðin fyrir þessa penthouse. Það er bara svona ein pæling. En varðandi loftslagsmálin líka, ég skil mjög vel að fólk sé ekki að tala um þetta. Af því að þetta var mjög mikið rætt. Því ég var þarna 2019-20 þegar þetta var svona í kringum Greta Thunberg mest í umræðinni. Þá var ég sko að sökka mér djúpt ofan í loftslagsmálin, náttúruvernd, allt. En ég bara svona fekk burnout á því og ég held að vera samfélagið hafi fengið burnout á því. En málið er það að það þýðir ekki að við getum bara gefið pólitíkinni afslátt af þessu. Þó að þú sem einstaklingur sért orðin þreyttur á að heyrum þetta, af hverju myndir samt ekki vilja kjósa, eða ég veit að meiri hluti fólks trúir í þetta sé raunverulegt vandamál, af hverju myndir ekki vilja kjósa fólk sem ætlar raunverulega að gera eitthvað. Davíð til dæmis er bara, þú veist, snillingur í þessum málum. Ég veit líka mjög mikið og Ester og við viljum gera þetta vel. Já, ég minna þetta er hérna vandamál hvort sem að við nennum að tala um það ekki. Nákvæmlega. Þetta er svolítið eins og tannskemmd, sko. Hún lagast ekki þó við okkur finnst leiðilt að vera með tannskemmd. Nei, ég minna og viljum ekki fara til daglæknis. Akkurat, og það er bara ýmislegt sem maður þarf að gera þó það sé leiðilegt og ég minna þú þarf kannski ekkert að hugsa um það allan sólarhringinn, kannski bara gott að ráða til þess fólk til þess að hugsa um það allan En það er sólarhringinn. að pissi í skóan sinn að tala ekki um þetta og takast ekki á við Já. Já, algjörlega. Af því að þetta er, loftslagsváin er að gerast hvort sem okkur líkar það betur eða verð. Íþróttafélagin, það er nú svona annað sem er nefnt svolítið í sveitarstjórnarpólitíkinni, hvernig við ráðstæfa í styrkjum til íþróttafélagi, hvernig að fylgjast með þeim og annað slíkt. Við hefum eitthvað skoðun á þessu. Íþróttafélagin eru gríðarlega öflug í Hafnarfirði, þau hafa fengið gríðarlega mikið fé og kannski er það allt saman gott mál. Við viljum, eins og við töluðum um áðan, auka fjölbreytileika. Ég vissum að við vitum fyrir víst að það er alls konar listafólk sem býr í Hafnarfirði sem kannski bara fer í sund og gerir allt annað í Reykjavík. Og það væri bara mjög sniðugt held ég að auka flóruna af öðrum hlutum að gera, fleira að gera. Já, ég meina, sko, bæjarstjórnarkosningar í Hafnarfirði hafa yfirleitt ráðist á annarkost Ársvöllum eða í Kaplakrika og bæjarstjórar síðustu 25-30 ára koma frá öðru hvoru félaginu meiri eða minna. Þannig að það sýnir nú vel ítök og hversu öflugir lobbyistar íþróttafélagin eru í bænum. En það hefur verið byggt mjög vindarlega í sveitafélaginu og mér er bara til að efsa að það hefur verið byggt jafn myndarlega nokkuð staðar annar staðar, svo ég leyfi mig bara að segja það. Við að sjálfsögðu styðjum íþróttauppbyggingu, við vitum alveg hvað þýðingu hún hefur sem forvörn, sem menning og svo þetta bara skemmtanagildi sem hún hefur og mikilvægt fyrir börn og fleira. Eftir sem áður held ég að við séum svona nokkuð sammála um það að við þurfum að skoða fleira. Langstæðstur hluti af framkvæmdafé sveitafélagsins hefur undanfarna áratugi farið í íþróttafélagin. Sem þýðir að nú er búið að byggja gríðarlega fínt undir þau og nú getur fókusinn tímabundið farið eitthvað annað og við getum skoðað fleira því það eins mikið lýðheilsuverkefni það er að allir séu að stunda íþróttar miklu, þá eru það bara ekki allir, það eru aldrei allir og við þurfum að ná að taka þetta alla. Þess vegna segjum við XA allir. XA allir, einmitt. Bara vel orðað. Vel orðað. Vá, það er búin að vera að æfa þig. Ég er ljóðskáld. Það er bara mjög flott. Og svo, ég sá eitthvað að vera að tala um að gera Kaplakrika að einhverju svona millistærðar leikvangi í fótbolta og ég held að það væri alveg sniðugt. Að það væri svo að ríkið myndi sjá að gera það. Ekki sveitafélagið. Þá erum við að spara sem peninga því að þetta er eitthvað sem myndi nýtast. Ég skildi ekki alveg, ég hef engan á íþróttum, en íþróttir eru mikilvægar. Er tónlistaskóli í Hafnarfirði? Já. Hann er löngu sprunginn.
og hann er löngu sprunginn. Og þá kannski komum við aftur að þið, framkvæmda félagsins sem eru langmestu farið í uppbyggingu og íþróttamannvirkja, blessunarlega, skulum við lega okkur að segja. Margt annað hefur setið á hakan á meðan, bæði eðlilegt viðhald, eðlu uppbygging innviða sem við kannski hugsum ekkit endilega mikið og svo auðvitað bara eins og Bibi að koma inn á meira af bæði þjónustu og afþreyingu við íbúa og tækifæri fyrir fólk til þess að rækta bæði listir og fleira heldur en eingöngu íþróttir. Og upp á bara eins og hefur verið rætt í öðrum sveitafélögum og allt það að tónlistarskólinn er löngu sprunginn, það vantar líka bara fleiri tónlistarkennara, það eru gríðarlegir biðlistar, en að tónlistarkennslan geti farið meira inn í skólana líka. Algjörlega. Og þannig að börnin sé ekki alltaf á ferð og flugi. Já, bara á íþróttaleikvangin, vantar ekki alltaf lúðrasveitir. Já, getur ekki bara... Já. Getur eftir að finna með reymar á því takkaskona. Já, einmitt. En ég meina, þetta skiptir allt saman máli, það er bara það sem ég vildi segja. Já, það er líka varðandi tónlistarskólan, að þú kemur inn á eitt af mínum svona stóru málum er að mér finnst öll börn eigi rétt á því að stunda íþróttir og stunda listnám að eigin vali og það er hræðileg synd hvað það er dýrt í fyrsta lagi er eiginlega bara erfitt að komast þarna að og langur biðlisti jafnvel þó að þau hafi peningana til að borga þetta en lágtekju fjölskyldur hafa bara ekki séns menn eins og ég lærði píanonám 10 ár í þessum tónlistarskóla í Hafnarfirði. Mamma og pappi hefði ekki efna á þessu. Það er svona amma mín sem að borga þetta og það var bara því ég var heppin að eiga gott bakland, góða ömmu, svo til ég að borga þetta. Vinkona mín fekk ekki að læra, það var þetta inn í Reykjavík en hún fekk ekki að læra tónlist og mér finnst þetta svo sorglegt að fólk sem hefur áhuga á að læra tónlist geti það ekki. Nú höfum við þessar gríðarlegu flottu heimsfrægu tónlistamenn og tónlistafólk sem að öll hafa talað Laufey og Björk og fleiri, Emilian Torrini og allir tala þetta aðgengja tónlistanámi og það sé svo frábært á Íslandi. Ég myndi þakka sérstaklega tónlistakennurunum sínum. Já, og ég meina það var þannig já. Fyrir einhverjum árum að við gátum öll farið í tónlistanám sem ef okkur langaði, en það er ekki þannig núna. Og þannig að ætlum við ekki að eiga neina Björk í framtíðin eða, við þurfum að hleypa öllum í tónlistarskóla. Má ég líka spyrja einu, þið kannski vitið þetta frekar. Þarf tónlistarnám að vera svona heavy? Er mögulega hægt að fara einhvern milliveg? Þarf maður að fara og læra tónfræði og æfa sér 15 tíma á dag og nálgast þetta eins og akademískt nám þegar maður er 8-9 ára gamall? Nei, þetta er nákvæmlega þess að ég verið að hugsa varandi fótboltan líka. Akkur máttu bara vera í fótboltu og ætlar að vera í landsliðinu. Akkurat. Er ekki bara gaman, er þetta ekki bara boltaleikur? Er þetta ekki bara holl hreyfing? Nú er þetta móðga eitthvað, en og þetta er saman með tónlistarnám. Ég vissum að þetta bjóði upp á öðruvísi tilraunakendara tónlistarnám. Afslappaðri leið í tónlistarnám. Já, og þú getur prófað hin og þessi hljóðfæri, fengið að læra að spila eftir eyranu, fengið einhverja aðstoð við að aðganga hljóðfærum. Þetta kannski kemur svolítið inn á þetta að færa tónlistarkennsluna meira inn í skólan að það sem er svona meira rými til þess að pröfa alls konar hljóðfæri og leika sér að hljóðfærum og finna þið aðeins í þessu að spila saman og svona, það þurfi ekkert allir að fara í symfóníuhljómsveitina, rétt eins og það þurfi ekki allir að fara í landsliðið. Og ekki allir vera Björk. Og það ætla ekki allir, ég víst auðvitað. En það er bara bjart framundan í Hafnarfirði og mikill kraftur ykkur, ég finn það. Gott samstarf. Bjart framtíð fyrir alla. Já, ég heyr það. Já, það er náttúrulega rétt, þetta er samstarf og það er bara að segjast alveg eins og að þetta samstarf er allavega í mínum huga farið eða verið framar vonum og mér finnst við hafa náð að pússa okkur saman átakalaust og undraverðum tíma. Ég held við séum með þeim fyrstu sem skilum inn frambúðinu. Við höfum fljóta að safna undirskriftum sem sýnir bara stuðningin við frambúðið, þannig að ég held að sé bara full ástæða til þess að vera bjartur og ég tekið allavega sem kraft, mér finnst vera kraftur í okkur. Við erum ánægð með þetta. Við bara auðvitað vonum það besta, en við ætlum líka að leggja okkur fram við að ná eyrum Hafnfirðinga og það getur alveg verið flókið. Það er alls konar fólk og við þurfum að finna leiðir til þess að þeir sjá okkur og heyri. Við erum með mjög fjölbreyttan lista. Það eru VFG, það eru sósíalistar, það eru líka píratar inn á listanum og óháðir, þetta er bara alls konar. Mjög sterkur lista. Og það er kannski ekki hægt að við nefna Hafnarfirðinn án þess að minnast á sviplegt dauðsfall Björgvins Halldórssonar síðustu helgi. Blessuð sé minning hans, einn af sonum Hafnarfirðar sem að er klárlega mikill missir af. Og tónlistarmaður. Og tónlistarmaður sem mitt. Já,
tilheyrir Akkurat. þessari kynsluð tónlistamanna sem var heilmikið af í Hafnarfirði á sínum tíma og við viljum fá þetta aftur, það þarf þess að grósku aftur og styðja við tónlistafólk í Hafnarfirði. Já. Sammála því. Og ég vissum að Björgin hefði viljað það. Já, ég er nokkuð vissu það líka. Þakka ykkur kærlega fyrir fulltrúa Vinstrasins í Hafnarfirði að koma hérna og svona segja mér á svona handarhlupum frá því helsta sem að þið sjáu fyrir ykkur að verði ofan á í kostningabaráttunni framöndan. Þeir eru jákvæð og það var gott að tala við ykkur. Takk. Takk. Og þá gefið það meira hér handa við auglýsingar. Öflug verkalýðshreyfing er lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld.